Í daglega nýtaflugu sem er afbrigði af henni frábæru sílingaflugu Frisco eftir Jón Helga Jónsson. Það var hann Benedikt Þorgeirsson sem nýtti þetta afbrigði og gaf mér góðfúslegt leyfi til þess að nýta hana fyrir ykkur. En Benedikt er frábær flugunýtari og leiðsögumaður í veiði og hann hefur reynt þessa flugu nokkuð í Hlíðavatni í Selvogi og gert mjög góða veiði og það er kannski við hæfi enda Benedikt og Jón Helgi báðir ármenn og Hlíðavatn skipar að sjálfsögðu stóran sess í þeim félagskap. Nú krókurinn sem ég notaði frá Arex og heitir F2-561. Þetta er venjulegur gyðlukrókur, nymfukrókur og hendar vel í þetta verkefni. Þráðurinn sem ég notaði frá Júni, það heitir Júni Trico 17.0 því að við sennilega séum við notaði hennar þráð áður. Þetta er frábær þráður ef maður vill hafa góða stjórn á búknum, það er að segja hversu breiður hann er. Þess að þráðurinn er það grannur að hann hefur lítil áhrif á uppbygginguna á búknum. Nú, búkurinn á Bloody Frisco eins og þetta afbrigði heitir er úr vír, rauðan vír frá UTC í þetta skipti. Vírinn skal vera grannur, segir höfundur og við hlýðum því. Ég nýta niður hérna fremst, dreiga hann örlítið aftar, sirka svona þar sem ég ætla að hafa þóraxinn og stýra honum þannig að hann lendi undir. Ágætt. Færi þráðið fram. Þegar við vefjum vírinn, þá reynum við að hafa vafningana þétta. Þó að það glýtti aðeins í þráðin undir, þá er það engin heimsendir. Það er jafnvel gæfulegt að vera með rauðan hnýtingaþráð. Þetta er svona að fela mistökin aðeins betur. En það er gott að gera mistök, þá lærir maður bara betur. Svona, festum vírinn niður. Og klippum burt. Þetta er fínt. Nú, þóraxinn, eða framhlutinn á flugunni, er úr píkokk og það sem ég geri er að ég tek 2 fanir af grænum píkokk eða bara náttúrulegum píkokk. Hnýti það niður. Og áður en ég vef þær fram, þá ágætt að setja smá lakk undir til að styrkja fluguna. Gott ráð þegar maður er að vefja efni, hvort sem það er píkokk eða pheasant tail eða annað, og er með nokkrar fanir saman að geima hnýtingaþráðinn upp við efnið og vefja þræðinum bara með, láta hann færast bara með efninu, þá haldast fjaðrirnar saman.
Nú þá er það skeggið og skeggið ætla ég að gera úr svartri hænu. Það er þetta örlítið brúnt í henni líka en við klippum það bara frá. Tökum nokkra fanir af. Nú að hnýta skegg í svona flugu getur reynst snúið og það er einhvern veginn í rauninni engin leið rétt, bara hvað hendar ykkur. Það hendar mér ágætlega að snúa flugun á hvolf og sirka þannig út. Lengdina og hvet ykkur eindrið til þess að prófa ykkur áfram. Svona. Nú kampurinn á Bloody Frisco er úr fesantil. Gott ef að orginal Friscoin er ekki líka með fesantil. Minni það. Þegar við tökum fanirnar af fesantilinu og ætlum að hafa þær jafnar, þá geta að snúa fjöðrunni lóðrétt og taka nokkra fanir, tóka þær beint upp. Og slíta. Þannig haldast endarnir þokkalega jafnir. Kampurinn á að vera örlítið styttri en skeggið. Sirka svona. Nú hausinn er tvílitur á þessari flugu, appelsínugulur og svartur. Slítnaði þráðurinn. Og það er hægt að gera hann á ýmsa vegu. Ég hef einhvern veginn vanið mig á að nota bara 2 þræði. Þetta er með Hot Orange frá Vivus. Það væri hægt að nota tússpenna, gera bara hausinn allan með appelsínugula þræðinum og tússa síðustu sentimetrana. En mér finnst það ekki koma alveg nógu vel út af sem að tússin vill blæða örlítið. Og að því að við ætlum að hafa hausinn í 2 litum, þá er betra að vanda sig við þetta. Það var svarti. Sirka til helminga. Allt í rugl.
Það engin skömm í því að klúðra þessum haus nokkru sinnum þegar maður að byrja að venjast honum. Þá bara æfir maður sig aðeins meira. Það bara að lakka. Misjafnt hvað menn að vanda sig þegar kemur að þessari lökkun, en það er fátt sem ég þykir meira berandi heldur en að vera staddur á veiðislóð og þurfa að vera að stinga lakkur augum á flugum. Það þykir mér óskaplega þreytandi. En hér er hún, Bloody Frisco, afbrigði af Frisco eftir Benedikt Þorgeirsson, tilbúin og klár í bóksið. Takk fyrir mig.